Við vitum að fólk getur verið missterkt, en sagnorð, eru þau ekki bara öll jafnsterk? Eða hvað? Það oft talað að sagnir beygist annarkvort sterkt eða veikt. Til að greina þarna á milli þarf að skoða sögnina í fyrstu persónu, eintölu og þátíð. Dæmi. Ég fór. Ég hugsaði. Önnur þessara sagna, sögnin að hugsa beygist veikt. Það sjáum við á því hvernig endingin á henni í fyrstu persónu, eintölu, þátíð. Hún endar áði. En sagnir sem enda áði, di eða ti í svona einfaldri þátíð beygjast veikt. Þær hafa veika beygingu. Ég skokkaði í gær. Ég ræddi við forsetann í gær. Ég hreppti verðlaun. Sagnir sem beygjast sterkt hafa ekki þessa endingu þegar við setjum þær í þessa einföldu þátíð, en hins vegar koma oft fram í þeim hljóðbreytingar. Að fara verður til dæmis ég fór. Hljóðið a breytist í ó og það engin ending. Að hlaupa verður ég hljóp. Að ganga verður ég gekk. Að slá verður ég sló. Maður þarf svolítið að fá tilfinningu fyrir sterkri beygingu sagna og læra þær. Máltilfinningin okkar og málkerfið sem við höfum byggt inn í okkur segir okkur að beygja sagnir veikt en ekki sterkt. Þannig gerist það að ný sagnorð í íslensku falla inn í veika beygingu. Að googla, ég googlaði. Að kaffa, ég kaffaði. Það má líka sjá þetta hjá börnum sem að læra tungumálið. Þau eiga það til að beygja sagnir veikt sem við sem erum eldri höfum lært að beygjast sterkt. Ég hlaupti rosalega hratt. Ok, frábært. Ég hljóp rosalega hratt. Og þá vitið þið það. Sum sagnorð beygjast veikt og önnur beygjast sterkt.